Skattbyrði barnafjölskyldna og láglaunafólks hefur þyngst meira hér á landi á undanförnum árum en í flestum öðrum OECD-ríkjum. Hagfræðiprófessor segir leynda frjálshyggjustefnu hafa ráðið í skattamálum. Íslenskar barnafjölskyldur greiddu meiri skatt árið 2006 en árið 2000 samkvæmt nýrri skýrslu OECD. Á sama tíma léttist skattbyrði barnafólks í flestum aðildarríkjum stofnunarinnar. Í skýrslunni kemur fram að skattbreytingar í flestum aðildarríkjum OECD á árunum 2000 til 2006 hafi komið barnafjölskyldum og lágtekjufólki til góða. Ísland er ein af undantekningunum, ásamt Grikklandi, Kóreu og Mexíkó. Hér jukust skattar á lágtekjufólk og barnafjölskyldur. Breytingar á skattkerfinu hafa frekar létt skattbyrðar hinna tekjuhærri. Ástæðurnar eru fyrst og fremst þær að þótt skatthlutfallið hér hafi lækkað, hafa skattleysismörk, barnabætur og vaxtabætur ekki fylgt verðlags- og launaþróun. Stefán Ólafsson, hagfræðiprófessor, hefur haldið þessari skoðun fram á undanförnum árum og tekist á við fjármálaráðherra málið. Ráðherra er þó ekki tilbúin til að játa sig sigraðan. Ástæðan fyrir því að skattar hafa aukist á þessum hópi og reyndar mjög stórum hópi hér á landi á þessu tímabili sá að tekjurnar hafa aukist og verðgildi teknanna hefur aukist meira heldur en verðbólgan segir til og í stighækkandi skattkerfi að þá aukast skattarnir. Það hvergi þannig í heiminum að aukning kaupmáttar hjá fólki leiði sjálfkrafa til aukinnar skattbyrði. Ef að það væri rétt, þá væru Bandaríkjamenn sem voru með mestan hagvöxt á allri 20. öldinni eða fram eftir henni og mesta kaupmáttaraukningu, þá væru þeir með mestu skattbyrði í heimi, en þeir eru með einna minnstu skattbyrðina á Vesturlöndum. Stefán telur að beinlínis hafa verið stefnu ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar að skattleggja lágtekjufólk meira en hátekjufólk. Þá var svo stefna hér að færa skattkerfið í átt að frjálshyggjukerfi með flatri álagningu í kringum kannski 20% eða svo, en afnema leið alla frádrætti, persónufrádráttin og þar með skattleysismörkin, en líka barnabætur og vaxtabætur. En þessi gamla stefna, hún var aldrei beinlínis upp á borðinu. Það var ekki rætt hana sem stefnu ríkisstjórnarinnar í skattamálum. Nei, menn þetta var ekki opinbert og ég hygg að margir þingmenn stjórnarinnar hafi ekki áttað sig á þessu. Það er auðvitað rétt hjá Stefáni að það var ýmislegt sem tengdist frjálshyggjunni í stefnu ríkisstjórna Davíðs Oddssonar. En það var aldrei á stefnuskrá hennar hvorki leynt né ljóst að fara þessa leið sem þú ert að lýsa.